Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það eru sennilega ansi mörg íslensk börn sem sitja límt við sjónvarpsskjáinn þessa dagana og fylgjast með íslensku hetjunum okkar í handbolta. Það er ekki ólíklegt að sá glæsti árangur sem hefur náðst leiði til þess að fleiri börn fara stunda handbolta því fyrirmyndir og það svona hvaða viðhorf við höfum til hlutana skiptir auðvitað miklu máli. Nú, sum ungmenni brenna snemma fyrir einhverju ákveðnu og langar að gera ástríðu sína ævistarfi sem manni hefur verið sagt að sé lykillinn að lífshamingjunni. Mörg okkar sem að segja það að við tökum allir eftir því þegar við erum í vinnunni af því að við höfum brennandi áhuga á því sem við erum að gera. En efnahagslegt öryggi skiptir auðvitað mjög miklu máli. Og efnahagsleg óvissa og vinnuálag og kannski breytti tímar, mögulega verri fyrir listamenn í dag en kannski fyrir 20 árum. Koma við sögu í nýrri skýrslu myndlistamenn og hún komin hingað, hún Jóna Hlíf Halldórsdóttir, listakona og þú ert talsmaður myndlistamanna, ekki satt? Ég er talsmaður listamanna. Ég er forseti bandala íslenskra listamanna. Já, en ég var formaður SÍM, samband íslenskra myndlistamanna, í 4 ár, frá árunum 2014 til 2018. Þannig, og er myndlistamaður sjálf. Já. Þannig ég þekki stöðu myndlistamannsins ansi vel. Einmitt. En vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, eins og þú heyrið mig tuldra þarna í inngangnum, þá velti ég upp spurningunni hlutskiptið kannski fyrir 20 og jafnvel 40 árum. Þegar ég útskrifaði sem stúdent 1985 þá fannst mér að við létum hið efnislega síður trufla okkur. Það var mjög hátt hlutfall úr mínum útskriftarárgangi eftir menntaskóla sem að lagði það á sig að synda í hafi óvissunnar og fólk lagði allt undir, þeir sem vildu verða listamenn og þeim hefur bara flestum reitt ágætlega af. En stundum finnst manni í dag að þetta sé stærri ákvörðunir. Deilir því með mér? Já, ég held ekki deilt því með þér. Ég held líka bara ungt fólk í dag tekur meira ábyrgðar ákvörðanir. Það er líka meiri meðvitund hvað það felst í að vera listamaður. Og oft er þetta börn listamanna sem fara út í listir og vita kannski hvað eru að fara út í. En ég held samt þegar þú fæðist, það fæðist náttúrulega allir skapandi en þeir sem taka ákvörðun að fara í listsköpun, þá er þetta einhver innri kraftur sem þú getur ekki neita þér. En jú, ég finn fyrir því að það eru færri að fara út í listir, en það er samt alveg eftirsótt að fara í listaháskólan. Það er bara langi biðlistar og margir sem vilja komast að. Og framtíðin er augljóslega að vinna sjálfstætt og skapandi hugsun er gríðarlega mikilvæg, en við erum bara ekki að verðmetana á réttan hátt. Og það er ennþá þessi vanvirðing og í samfélaginu. Og mér finnst einhvern veginn samfélagi ennþá hugsa sem listir sem einhvers konar hobby. En þetta er bara mjög stór partur af bara innkomu Íslands. Og það er þessi nýlega skýrslan ágúst, það sem kemur fram að er það ekki 150 milljarðar á ári sem koma frá listum og nýsköpun. Þetta er einmitt algjörð þversögn, sko. Það er þessi hobby og neikvæð umræða gagnvart listamannalaunum og allt það á sama tíma og bæði, sko, efnahagslega áhrif eru gríðarleg og svo er bara töfrarnir að vera til. Það er bara þetta stóra sem gerist í brjóstum okkar þegar við njótum listar, hvort sem það er að lesa góða bók, fara á myndlistasýning og segja vá, eða sitja með gæsahúð á tónleikum og hlusta á músík. Sko, þetta er mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Sérstaklega núna þegar einmannaleiki er bara eitt af stærstu hvað maður segja áhyggjuefni
bara samfélagsins, fólk að deyja úr einmanaleika, börnin okkar að týna samkennd. Það hefur aldrei verið eins mikil nauðsyn að fá fólk til að koma saman og njóta listar og síðan hittast og tala saman og skipta skoðunum. Já. En staðan í dag bara mjög alvarleg fyrir listamenn. Starfsumhverfið ekki gott. Eins og bara, nú erum við að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og mér bara mjög mikilvægt að höfuðborgarsvæðið, þá ekki bara Reykjavíkurborg, heldur líka bara sveitafélögin í kring, átti sig á því að staða listamanna mjög alvarleg þegar kemur að rými. Og rými bara eitt af undirstöðum listamannsins. Við þurfum rýma og við þurfum tíma til þess að skapa. Og rými í dag í Reykjavíkurborg bara mjög óhagstætt. Bæði eru fárými og þau eru dýr. Já. Og ef þetta eru rými sem að listamenn hafa aðgengi að, þá eru þau yfirleitt ekki í góðu standi. Nei. Náttúrulega bara nýbúin að horfa upp á Gufunes. Þar sem Reykjavíkurborg var að leigja kvikmyndageiranum bara ónýtt húsnæði. Og það kannski ekki allir sem vita það að áður en kvikmyndageirinn tók þetta til leigu fyrir geymslu, þá var þarna listahópur búin að vera með þetta rými og vera með listahátir og það var svona grasrótin, bara það var ótrúlega flottir hlutir að gerast þarna. Svo byrjaði þessi hópur og óskafti því að Reykjavíkurborg myndi setja aðeins meiri pening í rýmið og passa upp á bara brunavarnir. Þá fóru þeir bara að sjá, kannski getur við leikt þetta fyrir meiri pening, staðan fyrir að styðja listahópin sem var í þessari skemmu og gera húsnæði almennilegt. Við þurfum meira að rýmum. Tónlistarsenan líka mjög alvarlegum stað upp á þetta að gera. Það mjög fáið tónleikastaðir fyrir grasrútina til þess að koma fram. Já. Og ég vil bara að pólitíkin taki afstöðu og viðurkenni að þetta sé partur af okkar samfélagi og við viljum hafa þetta hluti af okkar lífi. Já. Ég meintist á listamannalaun. Já. Þau hafa bara staðið í stað líka og meðan allt hitt hefur hækkað og... Já, þau eru allt og lág og allt og fá. Núna í ár eru þau 580.000 verktakagreiðsla og listamaðurinn þarf að borga öll launatengd gjöld. Þannig eftir stendur kannski kringum 350 til 380.000. Það lifir enginn á því. Nei. Þú þarft bara að vinna að þeirra vinnu með. Það alveg augljóst, nema þú eigir maka og góðum launum. En auðvitað þú bara að fá greitt fyrir þína vinnu og þetta þeir sem fá listamannalaun, þeir eru að vinna allan daginn, allan sólarhringinn. Og þetta ótrúlega góð fjárfesting. Þetta besta fjárfestingin sem samfélagi getur sett peningana sinni í því að hver króna sem hún setur í listur og menningu koma minnstakosti 3 ár tilbaka ef ekki 5. En þetta langtíma fjárfesting. En þessi upphæð allt og lág og hún veldur ákveðin kvíða hjá listamönnum. Svona afkomu kvíða og stress. En að fá listamannalaun líka bara ákveði ábyrgð því að ég hef verið svo heppin að fá listamannalaun nokkur sinnum. Þá virkilega viltu standa þig og þú ert að skila margfalt tilbaka. Og í rauninni þetta svolítið fátækagildra því að á endanum að borga með sjálfu þér. Já. Og ég man eftir því að þegar ég var á listamannalaunum og svo var ég ólétt og því að listamannalaunin voru svo lág og þá hafði ég ekki rétt á fæðingarorlofi. Ég átti bara rétt á fæðingarstyrk sem var eitthvað 60 skall á mánuði. Þetta náttúrulega bara galið. Þetta alveg galið. Og í rauninni ætti listamannalaun að vera í kringum 1,2 í verktakagreiðslu. Þannig að listamaður myndi fá kringum 850 krónar útborgað. Þá getur þú borgað öll, þá getur þú bara lifað eins og almennileg manneskja. Við eigum líka börn og fjölskyldu og við erum alveg að finna fyrir því í bíl að það fólk að tínast úr stéttinni. Þetta svolítið svona, þú ert ungur og þú ert með ástriðu fyrir að skapa, ferð í listaháskólan, býrð hjá mömmu og pappa og þú ferð síðan og hefur mikla orku og nógan tíma. Svo kemur náttúrulega bara að því að þú eignast maka og vilt eignast börn og eignast heimili, þá náttúrulega bara gengur dæmið ekki upp. Þannig sem listamaður í Íslandi þá nærðu aldrei kannski að þroskast og maður finnur fyrir því þegar maður fer erlendis á stóru listasöfnin að það eru listamenn sem að hafa bara fengið tækifæri að þroskast, að það bara allt önnur gæði og það bara aðrir fjármunir og það miklu meiri sala. Það ekkert svo mikil sala á Íslandi og við erum bara á eyju út á
út á einhverju miðrahafi, við þurfum sterkt kerfi til þess að listamenn geta þroskast og unnið að listinni til þess að gera allt samfélagið miklu betra. Og nú á tímum þegar bara að vera hall á lýðræðið þá það held ég mikilvægir en nokkuð tíman. Algjörlega. Ég myndist á hann á fyrirmyndir og börnin og handbolta og hérna það auðvelt að ímynda sér að val ungmenna ráðist að einhverju leyti af þeim straumum sem ríkja hverju sinni og viðhorfum gagnvart stéttum og sko neikvæð umræða listamannalaun. Hún oft borin uppi af því að hver og einn eigi að vera sinnar gæfu smiður. Og sá listamaður sem ekki sé nógu hæfur og góður og snjall og frábær til þess að með lögmálum markaðarins sjá sér farborða, hann eigi ekki skilið neitt ríkis styrk. Stundum nefna rithöfundar eða stundum nefnt rithöfunda að sumir okkar sölu hæstu rithöfunda í jólabókaflóði hafi aldrei fengið listamannalaun og þetta nefnt sem staðhæfing það að þeir séu einfaldlega bara hæfar en aðrir. Hvað segirðu við þetta fólk? Já, þetta bara held ég fólk sem að þekkir ekki nógu vel til. Ef við ætlum að láta markarsmálin ráða hvaða list fær að njóta þá erum við á vondum stað. Og list svo alls konar og listamenn vinna alls konar. Það getur tekið 10 ár að gera eina bók eða það getur tekið 3 vikur. Við verðum að hafa list sem hreyfir við bara kerfinu og við verðum að fá að vera frjáls í listinni. Og ef ég tek bara myndlistina ef við ætlum allir að vera eins og listamaðurinn, bara flotti listamaðurinn Tolli sem bara selur mjög vel, ef allir eiga að vera að vinna, gera málverk sem að seljast vel, þá það ansi einhæft. Og listin, eins og í myndlistinni, þá bara alls konar myndlist í gangi. Það vídeóverk, það eru innsetningar, það eru textaverk, það eru skúltúrar, það eru málverk, en það ekki allir að kaupa þetta til þess að hengja upp í stofunu hjá sér. En þetta mjög mikilvæg verk. Þetta eru verk sem bara geta haft áhrif á hvernig við hugsum, hvernig við sjáum, hvernig við hreyfum okkur, hvernig við bara þroskum sem samfélag. Mikilvægi fjölbreytileikans æðri markaðslögmálum hvers tíma. Nákvæmlega. Þú ert að segja það? Já. Og ég held að við þurfum bara að taka samtalið og ég held sem mjög mikilvægt að við tökum samtalið bara alveg í grunnskóla og ég held að okkur vanti meiri listmenntun inn í grunnskóla og framhaldsskóla og ég held að það getur bara verið ótrúlega mikilvægt fyrir uppeldi barnan okkar og hvernig samfélag við viljum búa í og fyrir framtíðina. Á skólinn að taka þátt í því að það verði til gildismat nemenda svona það að veröldin sé flóknar eins og að hún verði mælt bara í krónum og aurum. Já, algjörlega. Ég held að það sé mjög mikilvægt ég held bara sé mjög mikilvægt að grunnskólabörn fái að fara á leiksýningar og myndlistarsýningar og tónleika og fá að skapa sjálf. Ég held að sé mikilvægt að þegar við fæðumst öll með sköpunarorku og skólakerfið, það drepur það svolítið niður. Það bara kannanir sem sýna það. Það gengur mjög vel í leikskólum. Því það ertu bara að leika og skapa alla daga. Svo leiðut komin í grunnskólana. Þá verður svona hægt og rólega að drepa skapandi hugsun. Og það þarf að bara breyta því. Það þarf að breyta kerfinu, það þarf að breyta skólakerfinu. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að börn fá að skapa og fara og sjá sköpun. Já. Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt fyrir bara okkur hugsandi manneskjur og hvernig við getum fundið hamingjuna og lifa góðu lífi. Þú nefndir áðan upptakt sveitarstjórnarkosninga. Hefur þið einhver tæki svona til þess að koma til að koma þessum boðskap á framfæri
hvað varðar kandídata, stjórnmálaefni, fólk sem býður sig fram. Er von að skipulegri herferð til þess að þoka þessum málum eins og með rýmin sem þú nefndir betur á dagskrá? Já, Bandalag íslenska listamanna, við ætlum að útbúa nokkur spurningar, já og nei spurningar og senda til allra helst, eða þetta náttúrulega allt landið og ótrúlega stórt, en auðvitað fókusinn, alltaf verður fókusinn mestur á höfuðborgarsvæðið. En okkur finnst mikilvægt að menning sé sett á dagskrá. Við upplifum oft þegar eru alþingiskostningar og sveitastjórnarkostningar, þá fær menningin ekki plás. Það snýst deila allt leikskólaplás og húsnæðismál og síðan samgöngur. Já. En listur og menning skipta rosa miklu máli og á að fá meira plás og við ætlum að gera eins og við getum til þess að fá plás og senda spurningar og reyna að fá svör og síðan birta svörinn á heimasíðu, Instagram og samfélagsmiðla og við náttúrulega munum líka biðja listamenn að deila svörunum. Því að við erum stór hópur og við tökum okkur saman og vinnum saman að því að breyta þessu, þá held ég að við getum það. Því að við erum stór hópur og þetta skiptir máli og við finnum virkilega fyrir því núna að það er mjög dýrt að lifa og það er á öllum held ég bara í öllum listgreinum þá finnum við fyrir flótta. Fólk er bara að leggja niður störf og fara í önnur störf eins og að gæta eða í túristanum. Svona eins og með blaðamenn. Já. Þeir eru meira og minna allir bara búinir að glata sínu lífsöðurværi og eru komnir út í ferðaþjónustuna sem aldrei fyrr. En það er ekki gott. Við getum ekki enda öll þar og við getum ekki sem þjóðfélag sett öll eggin í eina körfu. Nei. Því að það getur bara komið eitt stort eldgos og túrisminn bara leggst niður. Fiskur er ekki endalaus í sjónum. Listur og menning er bara sem skiptir mestu máli og við eigum bara að fara að bera virðingu fyrir því. En við sannlega munum taka þátt í kosningabártunni og senda spurningar á alla flokka. Já, mér finnst líka ákveðin hræstni einkenna samfélagið. Svona stórstjörnum sem vinna Grammy-verðlaun og eru með stórkostlegar upptökur og eitthvað svona út í heimi ráðamenn berja sér á brjóst og segja þetta er afrakstur íslensku leiðarinnar, við erum með gott kerfi og hlúum vel að list og menningu og svona en það er svona ekkert þannig. Nei, alls ekki. Þetta er mjög fjársvelt kerfi og til langstíma og við finnum virkilega fyrir því núna að þetta er að hafa áhrif. Og við erum í stöðu sambandi við ráðuneytið, menningarráðuneytið og benda á þetta og óska eftir að það veru pólitískur vilji að hækka og fjölga listamannalaununum. Það þarf að auka alla styrki, það þarf að efla allar miðstöðar. Við sjáum bara sviðslistamiðstöðin er með 1 starfsmann, þannig að það gengur ekki upp. Nú er að vinna atvinnustefnu Íslands og við erum að benda á það sem mikilvægt að hafa listur og menning partur af þeirra stefnu. Við erum hér með auðlind sem við erum ekki alveg að nýta. Við erum með fullt af flottum listamönnum sem geta komið fullt af tekjum inn í landið ef við bara fjárfestum í þeim. Danir gerðu þetta á sínum tíma þegar það var kreppa. Þá bara settu þeir alla fjárfestingu í danska hönnun sem er búin að skila margfalt tilbaka. En það er eins og við séum pingur hrætt við að stíga þessi skref þótt við séum með allar þessa frábæru listamenn. Já, það er líka eins og tímannir séu svolítið þannig að fólk veigri sér við að setja opinbert fjármagn í eitthvað sem heldur samt samfélögum saman. Það er eins og pólitíkusar óttist að þurfa að verja það sem ætti að vera eitt af grunnhlutverkum stjórnmálana. Og það er rosaleg áhersla í pólitískri umræðu á rekstur. Alltaf klifað á rekstri íslenska ríkisins, minnka skuldir, lækka vaxtabyrði, svona eins og samfélagið sem við sprettum úr og ætti að vera svona lifandi og tifandi frá degi til dags sé bara svona einhver dauð, köld skepna þarna sem
Skilur hvað við? Já, það er hræðsla hjá pólitíkusum og embættismönnum að setja fjármagn og fjárfesta í listur og menningu því þeir eru hræddir að þá missa atkvæði eða það verður ráðist gegn þeim og mér finnst bara vanta flokk sem að þorir segja upphátt við ætlum að fjárfesta í nýsköpun og listur og menningu. Já. Og þegar Logi kom til starfa, menningarmálaráðherra, þá sagði ég við hann að það er mjög margt gott í gangi en þú ert að koma mjög fjársveltu búi og við þurfum ráðherra sem berst fyrir fjármagni. Ég tel að við séum bara með mjög fín kerfi, með mjög fínt styrtakerfi, mér finnst listamannalaunin virka vel, það er bara fjársvelt, við þurfum bara helmingi meiri fjármagn í allt og þá mun eitthvað fara að gerast. Núna er bara að vera að halda öllu svona, einhvern veginn niðri. Allir sem er að fjárfesta vita þú þarfst að setja fjármagn í það sem þú ert að fjárfesta svo fjármagnin kom tilbaka. Þú getur ekki alltaf halda öllu í lágmarki. Þá fer eitthvað að klikka. Fólk fer í kulnun og fólk gefst upp og það verður bara flótti úr greininni. Og það er bara mjög alvarlegt. Já. Sko, svo má maður ekki gleyma því að þótt að séu allar þessar ambögur, þá er náttúrulega undrið í brjósti mannesku sem fær að starfa við það sem hún brennur fyrir. Það er náttúrulega, það kveikir ótrúlega mikið bál og gleði og fróun á móts við hinnar snúnu veraldlegu aðstæður. Og bara ég trúi því sjálfur að lífshamingja þín hún velti á því að þú og samfélagið gerir þér kleift að einmitt sinna því sem að þú tekkar fyrir. Algjörlega. Svona eitt sem að ég held að sveitarfélögin geta gert til þess að styðja við listur og menningu. Það er að skoða hvort það sé hægt að gefa fasteigna gjaldarafslátt. Þegar fasteignagjöld eru gríðilega há fyrir atvinnuhúsnæði. Það eru mörg húsnæði sem standa tóm og mér finnst vera svolítið svona neikvæði gagnvart þessu því að það kemur strax bara fólk eftir að misnota þetta. En þetta er bara mjög þekkt dæmi í Evrópu að fasteignafélög sem eru með tóm húsnæði og veita húsnæðin til menningarstarfsemi fá fasteignagjöldin afnumin. Það er alveg hægt að gera svoleiðis kerfi hér líka og ég held að myndi breyta ótrúlega miklu. Og ég vona næsta sveitarstjórna samstarf í Reykjavíkurborg skoði þetta alvarlega. Við listamenn höfum verið að kalla eftir þessu ansi lengi. Já. Þegar þú nefnir óttan við að þetta sé misnotað, þá komum við einmitt að þeirri hugmynd að förum aftur til listamannalaunina. Já, einmitt. Ætlarðu að treysta því að fólk sé gott, duglegt, ábyrgt og skapandi og vinnusamt? Ætlarðu að gefa þér það? Eða ætlarðu að gefa þér að mannskepnan sé löt og hiskin og vilji sjúga og opinbera spena og gera ekki neitt í staðinn. Já, nú einmitt, þú talar núna eins og margir hugsa. Þetta er bara, því miður, 80% samfélagsins eru svolítið þarna, því miður. Ég er bara allir listamenn sem ég þekkja vinna eins og svín, allan sólarhringinn og eru alltaf að gefa af sér. Einmitt, við verðum að geta treyst. Og við verðum að gefa listamönnum tíma. Góð list verður ekki til á einni nóttu. Nei. Og við sem listamenn, við þurfum líka að geta séð annars konar list til þess að fá innblástur. Þannig að þetta er bara einhver svona hringrás sem skiptir rosa miklu máli. En annað treysta skiptir máli. Og mér er svolítið flott að horfa til Írlands. Þau gerðu verkefni sem var mjög áhugavert, 2 ára verkefni, þar sem að 2000 listamenn fengu grunn framfærslu. Þau kalla þetta basic income verkefni. Og það gátu allir listamenn sótt og það var nefnd sem að valdi 2000 listamenn sem að þeir töldu falla undir það að vera starfandi listamenn. Eða nei, þau völdu fyrirgefið. Þú þurftir að sækja og það var alveg 10.000 mann sem sóttu
þú þurftur að, veist, já, og svo var nefnd sem að valdi úr því, ég veit ekki hversu marga, segjum bara 5.000, síðan var það bara lotteri, 2.000 manns valið úr pottinum. Þannig að þetta var svona aðeins örfisi valnefnd en hérna með listamannalaunin. En þessi 2.000 listamenn fá grunn laun, 55.000 krónur á viku. Já. Og það var ótrúlega flott eða ótrúlega áhugavert niðurstöðunar eftir 2 ára tilraunaverkefni. Þá var það, var niðurstöðan svo að þeir listamenn sem fengu þessi grunnlaun voru gátu efla sér meiri tekna. Þau fengu fleiri verkefni og skiluðu meira til samfélagsins. Já. Bæði veraldlegt og svo bara gaf þeim kannski sjálfstraust og búst til og bæði fjárhagslegt og veraldlegt, ef maður getur sagt það. Já. Og ég hugsaði bara, þetta kannski ekkert ósvip og við höfum verið að tala borgaralaun. En ég held að við gætum einhvern veginn búið til kerfi að listamenn gæti verið með þessi grunnlaun. Þá myndi margt breytast og við myndum ekki missa fólk úr stéttinni, úr greininni. Þú fórst sjálf utan, var það Skotlandi? Já, ég lærði í Glasgow. Lærði í Glasgow. Á námslánum eða eitthvað? Já. Hvernig eru þau að fara með þig í dag? Já, þau eru náttúrulega bara að fara hækkandi. Námslánin sem voru 6 milljónir eftir ég lauk námi, ég held að það komi upp í 10 milljónir. Hækka bara á hverju einasta ári. Og munar þau í heimilisbókhaldinu? Já, auðvitað. Og bara mjög erfitt fyrir mig að borga þetta niður. En hins vegar maðurinn minn sem er lögfræðingur með helmingi hærri laun, ég held að hann sé búin að borga upp sín námslán. Þetta er náttúrulega bara, sko listamenn, fólk átti sig ekki á því, þetta er hámenntað fólk. Við erum búið með BA-nám, mastersnám, margir farið doktorsnám og það var mjög svört skýrsla sem að BHM gerði, eða BHM gerði könnun, virði menntunar. Og listamenn voru neðstir. Bara, það borgar sig ekki að fara í nám. Í rauninni farðu bara meiri tekjur ef þú sleppir að fara í nám því að þú þarft þá ekki að vera með skuldirnar, námsskuldirnar á bakvið og þú getur bara verið að vinna sem listamaður þessi 8 ár sem að hinir eru í námi. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og hér erum við með listaháskóla sem er að mennta listamenn. En hvað býður þeirra? Það er bara býður þeirra í rauninni vonlaus staða. Og meiri segja þegar þú fer að kenna hjá þeirri stofnun, listaháskólanum, þá eru launin þar algjörlega til skammar. Þau eru lægri en í öðrum sambarilegum stofnunum? Já, og bara stundakennsla sem að listaháskólinn það er fastráðnir kennarar en svo er stundakennsla ansi stór, ég held að það sé 60%. Hún fer samt minkandi og tímakaupið þar er bara jafn mikið fyrir bara sumarstarfsmaður í Kópavogi eða úlingavinnan hjá dóttur minni. Þetta er með alveg ólíkindum, sko. Og ég held, kerfin þurfa að breytast allstar eins og bara ef ég bara held mig við myndlistamenn. Sem myndlistamaður það er kannski mjög órillegt að þú getur bara starfað sem myndlistamaður per se og það er ekkert fyrir alla að vera bara myndlistamenn eins og mér finnst ótrúlega gaman að fá að kenna, vera með námskeið, miðla og vera í samtali við grassrútina. Svo fær maður sýningar í söfnunum og þá færðu þóknun og eitthvað greitt fyrir vinnuframlag en allar þessar stofnanir, það sem listamaðurinn fer að vinna er verið að borga allt og lágt. Söfnin eiga að vera að greiða kringum 13 skall á tíman en er að greiða 6 og 5 mörg hver. Þetta er kerfið, þetta er kerfisvandinn. Það er enginn að borga listamönnum eftir taxta. Ef allir væri að gera það, þá verðum við strax á betri stað. Og mér finnst að stofnanir sem eru rekin af opinberu fé verði að bera ábyrgð og það þarf að vera einhvers konar keðjuábyrgð. Söfnin ekki geta sótt styrki frá safnasjóði ef þeir eru ekki að borga myndlistamönnum. Mér finnst bara þurfa að, því að við erum svo í lélegri samningsstöðu. Við einhvern veginn þorum ekki að biðja rétt laun því þá erum við hrættum að fá ekki að sína aftur, þá erum bara kölluð listamaðurinn sem er til vandræða og þetta á ekki vera ábyrgð myndlistamannsins. Safnstjórar sem eru að reka listasöfn
eiga að borga myndlistamönnum eftir taxta samband íslenskra myndlistamanna. Sem hvort er frekar lár. Sem lár með við aðrar listgreinar. Þetta alveg tónlistarkennari að fá kringum 70 skall á tíman, arkitekti með kringum 25 krónur á tíman, nýútskrifaðar smiður með 50 skall á tíman. En mér finnst vanta aðeins kraft í þetta. Já, eitthvað svona ábyrgð. Mér langar að leggja aðeins fram bara svona persónulega eins og ég gerir stundum í þessum viðtölum, við köllum þetta samtöl. Já. Að ég hef einmitt fylgst með ungu fólki í tónlistanámi af persónulegum ástæðum, núna í nokkur ár. Og þú ert að tala dugnaðin og vinnusemina. Ég hef aldrei séð annan eins dugnað og aðra eins vinnusemi eins og hjá mörgum efnilegum ungum tónlistarnemum hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef ekki neittni íþrótt séð neitt barn þjálfa eða æfa sig eins mikið þar eins og ég hef tekið eftir að mörg börn hér í tónlistarlífinu. Þau leggja ómældar fórnir á sig og þetta fyrir gleði og ávinning og athygli og allt það en sem sagt vinnusemi ungra tónlistabarna hér á höfuðborgarsvæðinu sem að ætla sér ala í brjósti sér þá von að verða listamenn og geta starfa við það líka kannski sem kennarar eins og þú ert að benda á eða eitthvað þannig að hún er með ólíkindum og sko það er bara allt og lítið talað um þennan aga, þennan dugnað hve margt annað gott sprettur að því að þjálfa þetta trilltæki sem heilin er svona í eina átt leiðir á sér alls konar aðra góða hluti ekki bara fyrir einstaklingin heldur líka fyrir samfélagið þannig að mér langar bara að bæta því við bara svona persónulega þegar ég þekki orðið þessa veröld nokkuð vel sko. Já, ég held að listamenn, þeir eru pingu klikaðir ég held að allir listamenn er ekki bara með ástríðu þeir eru líka með svona smá þráhyggju en til þess að ná hún þarf að vera Já. Jónas Sen sagði það tónlistarfólk hérna í viðtali síðustu viku þarft að hafa þráhyggju Já, þú þess vegna ferðu svo djúpt þú ferð alltaf dýpra og dýpra inn í pælingarnar og það sem þú ert að gera og við vitum það þeir sem eru bestir í heiminum í einhverju, skiptir ekki máli hvort það sé handbolti eða tónlist þá liggja þar margir klukkutímar að vinnu en það er ekkert allir sem að skilja hvaða fórnir það eru og hvað það er mikilvægt og við þurfum sem samfélag að styðja þessi börn styðja þessa listamenn því að þá gerast töfrarnir og við munum öll fá ávinningin við munum sem samfélag það er nefnilega málið sko. Þetta er ekki bara mál einstaklingana heldur samfélagsins Já, það er það Já. Sko, ég vísaði þarna í inngangi til skýrslu þar sem að er talað vinnuálag bágkjör og hvaða skýrsla er þetta? Já, samband íslenskra myndlistamanna fekk hana doktor Emilíu til þess að gera könnun starfsumhverfi myndlistamanna árið 2025 og niðurstaðan svo sem kom mér ekkert óvart þetta er búið svipað og könnun sem að ég stóð fyrir þegar ég formaði SÍM 2017 en hún er mjög alvarleg og sýnir bara svart og hvítu til dæmis bara að myndlistastéttin er kvennastétt það þróast þannig Já, ég meina það er nú bara í öllum heiminum það er cirka 80% konur sem útskrifast en einungis 20% konur lifa af Veistu hvernig hlutfallið var fyrir 50 árum? Og kallmenn sem er 20% kallmenn sem að útskrifast sem myndlistamenn 80% þeirra ná að lifa af sem myndlistamenn bara svona, og þetta hefur ekkert breyst þetta er alveg eins og var fyrir 15 árum en þetta hefur alltaf verið kvennastjætt, myndlistin Er það? Já Þá er ég Já, þú þetta meina alveg bara Ég er eitthvað frávik, sko, ég man að það voru mjög margir svo ég vitni aftur til árgangsins míns og árgangana rétt fyrir neðan og þetta voru margir kallar Já, það er endar alveg rétt alveg bara, konuna voru bara svo faldnar
Já. Þær voru bara í eldhúsinu að mála eða fengu ekki plás. Snillingshugmyndin, hún kannski rýmaði betur við karlana. Já. En ég held að þetta hafi nú alltaf verið kvennastjætt þótt að í byrjun þá fengu karlmenninir allt plásið en það hefur svo sem ekki breyst. En þetta er bara mjög svört skýrsla sem sýnir fram á það að myndlistarmaður að eyða 30 til 50 tíma á viku og stór partur af þeirri vinnu, alveg 40% að fara bara í umsýslu, svara tölvupóstum, sækja styrki, þetta er algjörlega ólaunað og einungis 1/4 af vinnunum sem þú leggur í myndlistina færðu kannski greitt vinna. Þannig að þetta er rosalega mikið sjálfboða vinna og flestir þurfa að vinna, eða bara 70% þurfa að vinna aðra vinnu með. Já, einmitt, 70%. Já, ég held að sé 20-25% sem geta starfað sem myndlistamenn. En þá ert að vinna ekki bara sem myndlistamæður, eitthvað sem tengist myndlistinni, þá við kennslu eða í söfnum eða sem tæknimaður. En þetta sýnir bara alveg svart og hvítu að þetta er ekki sjálfbært. Nei. Og það var líka mjög áhugavert í þessari könnun, þá var farið aðeins í líða, hvernig bara myndlistamönnum líður og það er bara mikið stress, mikið álag og mikið fjárhagslegur kvíði. Þannig að það er líka mjög alvarlegt og ég líka bara hef fundið fyrir því seinustu árin að listamenn að fara í kulnun. Já. Og það hefði verið áhugavert að rannsaka það nánar. Og svo er svolítið mikið verið að fjalla í þessari könnun bara rými og vinnustofur og aðgengi að vinnustofum. Það voru bara mjög margir sem voru búin að flytja 4 sinnum vinnustofuna sína á 2 árum. Og það er gríðalegt álag og kostnaðarsamt að þurfa að vera að flytja vinnustofuna sína aftur og aftur og aftur. Og svo var líka mjög áhugavert að 65% sem sóttu styrki á seinasta ári fengu ekki styrki. Fengu ekki. Og myndlistarsala á Íslandi hefur algjörlega hrunið. Það kom í COVID, svolítið góði sprettur. Þá einhvern veginn var fólk ekki að ferðast, það hafði meira fjármagn á milli handana og það var að endurgera heimili sitt og var að kaupa svolítið myndlist sem var frábært. En senstu 2 árum hefur það algjörlega dottið niður. Er það? Já. Nema svona tísku íkon. Þú nefndi Tolla áðan, hann selst alltaf. Já, Tolli er svo frábær, hann selur og hann er bara með stóran kunnahóp og með marga í kringum sig en fyrir grasrótina og unga listamenn að selja myndlist í dag, það er bara ótrúlega erfitt og markarinn á Íslandi, það eru fáir safnarar, hann er mjög erfur og myndlist er alltaf ódýr. Þú veist, að fara til bara mjög þekktan myndlistamann að fá verk fyrir 450.000, það er bara jafn mikið og eitthvað taska út í búði að 2 skópur. Egill Helgason var að skrifa vefur, uppboð.is, þar sem væri verið að selja muni Guðmundar frá Miðdal og eitthvað svona. Og ég kíkti aðeins inn á síðuna og ég velti fyrir mér hvort afurðir myndlistarmanna ættu greiðari leiði núna að einhverjum svona netsíðum þar sem bara býður í gripin. Er þetta góðið að vond þróun eða getur þú sagt mér eitthvað um þetta? Mér finnst það bara mjög gott. Mér finnst þetta eiga að vera alls konar og margir möguleikar. Það er mjög erfitt að verðleggja sjálfan sig og verðleggja myndlist og verðleggja tíma sinn en mjög mikilvægt að listaverk fái endursölu og ef allir fá greitt og það er höfundaréttur virtur þá finnst mér þetta bara gott mál. En myndlist á Íslandi er of ódýr. Ég hef alltaf sagt það. Þegar ég verið að sýna í galleríum erlendis og ég segi verðið sem að ég vil fá fyrir verkið mitt, þá er bara hlegið að mér. Allt og lágt. Allt og lágt. Og við konur erum sérstaklega slæmar. Og ég var nú safnstjóri í 1,5 ár og ég man að í Gerðarsafni og við höfum 3 milljónir til að kaupa myndlist á ári. Og ég var mjög meðvituð að ég ætlaði að passa að það væri keypt jafnt eftir konur og kalla. Já. Þannig að ég keypti 2 verk eftir konur og 2 verk eftir karlkyns.
En síðan fór ég að skoða töluna, hvernig 3 milljónir voru að skiptast. Það var 1 milljón sem fór til kvennana og 2 milljón til kallana. Og ég bara, nei, ég gerði vitleysu. Ég á ekki að hugsa þetta þannig. Ég á að hugsa að skipta peningnum í tvennt. Þá því það örgla ég kaupi 4 verk eftir konur og 2 verk eftir kalla. Við konurnar erum bara að verðleggja verkin okkar allt og lágt. En galleríin þurfa líka bara kannski að breyta sig og koma með okkur í lið og svo bara fólk átti sig á því að galleríin að taka 40-50%. Nú það svo mikið, já. Ég hafði ekki átt að mig á því. Þannig að myndlistarmaðurinn alltaf bara fá cirka helmingin í sína hendur. En það nú alveg eðlilegt, það kostar að reka gallerí. En það kostar líka fyrir myndlistarmannin efniskostnaður og vera með vinnustofu og tíminn sem fyrir að skapa. En mér finnst þetta sko tíminn svo mikilvægur í heildamyndinni. Tíminn sem fyrir að skapa. Það svo erfitt að verðleggja hann. Og mér finnst samfélagi ekki alveg verðleggja myndlistarmannin eins og arkitektin. Út af því að þú ert kannski ekki, þú ert að fara til arkitekt og biðja hann að teikna eldhús. Þá ertu alveg til að borga þennan 25.000 kall á tíman, en þú ferð í vinnustofu heimsókn og þú ert að skoða listaverk sem þú hefur jafnvel áhuga á, en þú áttar ekki á tímanum sem á bak við verkið. Veistu hvað ég við? Það er svona... Algjörlega. Og það er enginn að biðja okkur myndlistamenn að vinna verkið. Það er enginn sem hefur samband Jónartur til að gera svona. Maður verður bara svolítið að treysta að það sem maður er að gera sé mikilvægt og einhver hafi áhuga á því. Óttastu skriðu eða flótta listamann út úr landsteinuna? Já og nei. Því að það er alveg erfitt að vera myndlistamaður annar staðar. Og við búum líka ótrúlega vel á mörgu leyti að vera á Íslandi. Það sem að, sérstaklega þegar ég bjó erlendis, það sem ég varst erfitt, þegar þú varst að setja upp stóra sýningu, það er ekki hérna á Íslandi, þá þekkjur alltaf eitthvað og þú ferð í bíkó og þú þekkir mannin í bíkó og þú ferð afslátt því að hann veit þú ert myndlistamaður og hann er alltaf til að hjálpa og það er svona ótrúlega mikið hjálp sem þannig sé í samfélaginu. Þegar þú ert erlendis, þá ertu bara svolítið einn. Og það verður allt svolítið stærra og þyngra. Þannig að það er kostur og gallar. Það eru kostur og gallar. En ég held samt að gæti orðið flótti að myndlistamenn fari að flytja út á land. Ég get alveg séð það fyrir mig. Það er bara orðið of dýrt að búa í Reykjavík. Og í menningarstefnu Reykjavíkurborgar stendur bara númer 1 að Reykjavíkurborg sé borg sem listamenn vilja búa og starfa í. Þetta er bara Reykjavíkurborg þarf virkilega að fara að gefa í ef þeir ætla að halda í þessar áherslu eða þessar framtíðarsýn. Því að ef listamæðurinn hefur ekki rými til þess að skapa, þá er hann farinn. Það er bara þannig. Og Reykjavíkurborg er bara mjög dýr borg að búa í. Logi og borgarstjórinn eru að hlusta núna. Já, ég vona það. En ég get ekki undir þetta bara út frá mínu lífslaupi að það eru mikil tækifæri víða á landsbyggðinni fyrir listafólk og margir vina minna sem segjast skrifa best þegar þeir eru einhverstaðar út á landi frekar en hér á höfuðborgarsvæðinu. Fólk semur bestu tónverkin að mati þeirra sjálfra oft út í náttúrun er náttúrulega íslenska náttúrun þegar við erum að bera saman Ísland og útlönd þá getum við ekki gleymt í hvers konar gríðalegur sköpunarkraftur býr í íslenskri náttúru hjarta listsköpunar segja sumir. Algjörlega. Ég held að það sé mjög samvofið. Já, ég held sko í dag þegar, svona helsta áskorun að vera myndlistamaður í dag, það er allt þetta áreiti. Og besta sem að myndlistamaðurinn fær er tími í ró og næði. Þannig að eins og gestavinnustofur að komast út á land í 1-3 mánuði, það sem er ekkert áreiti, það er bara mjög mikilvægt vítamín og súrefni. Og ég held að listamenn vilja einfalt líf til þess að búa sér til tíma því flóknar sem lífi verður
því fleiri boltar sem þú ert að halda, því minni tími er fyrir sköpunarkraftin og þannig að já, ég held bara, og maður finnur það bara þegar maður eldist, að maður þráir að vera nær náttúrunni. Maður finnur það næri mann mest og best. Það er heilbrigðisvottorð. Já, en það er erfitt, það er bara, við þurfum samt að geta borga reikninga. Það er rétt. Það er bara, þetta er svolítið flókið. Það snýst svolítið mikið um það. Já. En Jóna Hlíf Halldórsdóttir, listakona og talsmaður listamanna, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og þakki til ykkar kæru áhorfendur og hlustendur fyrir samveruna í kvöld. Þakka viðmælendur líka sérstaklega og samstarfsfólki. Þessi þáttur er komin á enda. Við hefjum aftur leik klukkan 8 á morgun, 8 annað kvöld með meiri framleiðslu á dagskrárefni fyrir rauðaborðið. Við minnum stundum á það að við getum ekki starfrækt þessa stöð án ykkar stuðnings og ég held að séu í kringum 2000 ykkar sem fylgist reglulega með okkur sem að haldið okkur gangandi með áskriftarstuðningi eða persónulegu framlagi og við erum mjög þakklátt fyrir það en það verður að viðurkennast að við erum enn betur sett til þess að búa til efni fyrir þig ef aðeins fleiri ykkar gætuð þeir sem eru aflögufær gætuð hugleitt það að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og haka við mánaðarlegan stuðning. Lægsta fasta framgjald framlag afsakið er aðeins krónur 2750 en það er hægt að borga meira. En ég heiti Björn Þorláks og ég óska ykkur góðar nætur. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.